Hæ, ég heiti Vilhjálmur og er forstöðumaður Fablásmiðju Hornafjarðar. Ég geri nú ráð fyrir að þið séu búin að fylgja leiðbeiningunum í PDF-skjalinu og séu búin að downloada appinu, Blink appinu og einnig búin að skrá ykkur þar inn og búa til eða stofna fyrsta Quick Start templateið. Og það sem við ætlum að gera núna er að gera allt tilbúið og búa til bakendan þannig að við getum látið appið virka með kerfinu sem við erum búin að setja saman. Næst ætlum við að skrá okkur inn í Blink Cloud en við erum rauninni að búa til aðgerðir inn á vefsíðu og það er gert í tölvu, þannig að þið þurfið að skrá ykkur í tölvu og fara inn í Google og Blink Cloud, googlið það og þá sjáum við Blink Console hérna og við smellum á það og hérna skráum við okkur inn og þið notið sama e-mail og password og þið notið í appinu og loggið ykkur svo inn. Þegar þið eru komin inn í Blink Console þá sjáum við þessa vefsíðu hérna. Og við byrjum á því að hér er svona latest news og það er þessi banner hér, við getum slökkt á honum. Hér er, í þessum björgunarhring hérna, hér er hægt að finna ýmsar upplýsingar og fá aðstoð. Hér er til dæmis hægt að fara í svona Blink-túr, ég mæli með því, þá skiljið þið betur hvernig það virkar. Hér er Quick Start og við erum búin að gera það inn í appinu, við bjuggum til template, Quick Start template. Hér er documentation og þetta notar maður svolítið og sem sagt, hérna er hægt að bara fletta upp ýmsum aðferðum og hvernig hlutir eru gerðir. Og ef maður finnur þetta ekki hérna, þá getum við smellt á search og leitað. Hér er svona settings og hér er þá upplýsingar ykkar prófíl. En varðandi Blinkið, þá erum við með Quick Start template og undir þessu Quick Start template er einn device sem við getum þá notað til þess að stýra blómapottinu, blómakerfinu. Ef ég smelli síðan hérna á search og þá sjáum við Quick Start device og hér er hægt að sjá svona ýmsar upplýsingar. Hérna er til dæmis hægt að sjá hvort að þetta sé offline eða online þessi device eða þessi tölva. Við ætlum að smella hérna í Quick Start device og hér sjáum við ýmsar upplýsingar en það sem við þurfum að skoða í fyrsta lagi er á þessum tímapunkti device info og firmware configuration er það sem við þurfum að setja inn í kóðan okkar ásamt því að setja inn upplýsingar Wi-Fi tenginguna og nú skulum við gera það. Þar sem þið voru búin að setja upp Arduino appið og búin að setja upp libraries og sækja kóðan og þá er allt tilbúið fyrir til þess að vinna með kóðan og opniði nú kóðan í Arduino. Ég ætla að draga þetta hérna niður, kóðin er hérna hjá mér, eins og þið sjáið, ég ætla aðeins að fletta þessu bara hratt, svona, þetta er allur kóðin, en efst uppi er Blink Template ID, Blink Device Name og Blink Auto Token og þið þurfum að setja ykkar upplýsingar inn sem þið fáið hérna og það er best bara að kópera hérna yfir eða draga hérna yfir, hægri smella og gera copy, draga hérna yfir, hægri smella og gera paste. Þá er ykkar upplýsingar komnar hérna inn og það sem þið þurfum svo að gera er að setja inn ykkar Wi-Fi og það er bara heitið á Wi-Fi-inu og hvort það sé password. Ef það er ekkert password, þá sem sagt er þetta bara svona. Næsta skref er svo að hala upp kóðanum og þið þurfið að fara hérna í Tools og þar sagði séð með Arduino borðið sem er Arduino Nano og síðan farið og veljið port, í mín tilvik er þetta port 21, það er örugglega annan port hjá ykkur, síðan þurfið að velja prógrammerinn sem er Atmel Ice og síðan haliði upp kóðanum.
Þegar kóðinn er búinn að upplótast þá sjáum við þessar upplýsingar hérna. Done uploading. Þá förum við aftur inn á Blink vefsíðuna eða Blink Console og við ætlum að fara núna inn í template. Það finnum við hérna, templates, og við ætlum að fara hérna í Quick Start Template og núna þurfum við að fara að búa til tengingarnar á milli serversins og forritsins. Og við förum inn í datastream og við erum með hérna fjögur datastream sem við bjuggum ekki til, þetta kemur bara svona default, en við ætlum að eyða þessu. Það sem þið gerir er að smella á Edit og smella hérna uppi til þess að velja alla og ég ætla að gera Clear Selection. Og til þess að eyða þá þarf að skrifa hérna inn í Delete og íta þennan taka hérna og þá getum við eytt þessu. Svona varúðarástæðum. Ok, núna erum við bara ekki með neitt datastream og það sem við þurfum að búa til er fyrsta datastreamið, við ætlum að íta á New Datastream og við ætlum að segja hérna Virtual Pin. Vegna þess að við erum að fara að tengja okkur við Virtual Pinna sem er í kóðanum. Og ef við bara leitum að einhverjum Virtual Pinna hérna í kóðanum, séum hérna til dæmis Virtual Pinni WAF4, WAF5, en fyrsti pinnin sem við ætlum að tengja okkur við er WAF1 og það er rauninni til þess að geta komið dælun í gang. Það er hérna þessi hérna WAF1. Virtual Pinni. Ég fer aftur hérna yfir og ég ætla að skrifa hérna bara vökva og ég kemur þetta svona, ágætt að láta þetta heita aliasin í aðeins meira, vökva, svona, ekki neina íslenska stafi hér og við ætlum að tengja okkur við Virtual Pinna 1 og þetta verður integer, það er hægt að velja hérna integer eða double eða string og ég útskýri þetta aðeins síðar en við ætlum að velja integer. Og það er ekkert í units og mín er 0 og til þess að kveikja er þá 1. Og þetta er svona, síðan gerum við bara create. Þá erum við búin að búa til eitt datastream og þetta er rauninni bara svona flæði upplýsinga á milli serversins og viðtölunar sem við erum að nota. Við þurfum að búa til fleiri, en ég ætla aðeins að útskýra integer áður en við förum í það, en integer eða int er bara eitthvað gildi sem er þá einhver tala, það getur verið 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ef við erum með, ég ætla að fara aftur hérna, ef við veljum til dæmis eins og double, þá erum við að tala 1,3 eða 1,5, nota kommur og þá erum við auka stafi sem sagt. En ef við veljum string, þá erum við að senda orð á milli. Við getum til dæmis sagt bara eins og við viljum birta eitthvað á LCD-skjá og það þarf að vera orðið bara vökva og þá þurfum við að nota string. Cancel hérna. Næst höldum við það áfram að búa til fleiri datastream. Og næst ætlum við að gera datastream fyrir rakarskynjara. Þá smellum við á New Datastream og við ætlum að velja Virtual Pin og við ætlum að segja rakarskynjari eða skynjari í mold og aliasin er skynjari. Við ætlum að velja Virtual Data Pin 4 eða Virtual Pin 4 og við erum ennþá með integer og hérna ætlum við að hafa mín. Þegar við erum að senda gögn fyrir rakarskynjaran þá þegar það er mjög þurr potturinn þá ætti þetta að vera 0 þegar það er engin raki í moldinni. Þegar það er rosalega mikil max raki í moldinni þá er það 100. Og við ætlum ekki að hafa neitt hérna value, við ætlum bara að eyða þessari tölu og allt sem er hérna er advanced settings, þetta er allt í góðu og ég ætla að segja hérna create. Við þurfum að passa okkur á því að vista. Við erum rauninni ekki búin að vista neitt núna, þannig að ég smelli hérna save and apply. En við ætlum að halda áfram að búa til fleiri, þannig að ég fer aftur í edit. Næst ætlum við að búa til datastream fyrir LCD-skjáin eða Virtual LCD-skjáin sem er inn í appinu. Þá smellum við á New Datastream og við ætlum að gera Virtual Pin og við ætlum að skýra þetta LCD-skrá og við ætlum að vera á Virtual Pinna 2
Og að því við erum að senda á milli orð, þá þurfum við að velja string hérna. Og þetta allt í góðu og við gerum create. Skoðum aðeins í kóðunum hvar virtual pin 2 Förum hérna yfir í Arduino kóðan. Hér widget LCD, en hér tengingin við virtual pin 2. Við erum að senda gögn frá Arduino vélinni yfir á Blink Cloudið, þar sem við erum að segja hvernig staðan á varstangnum. Næst ætlum við að gera tengingu fyrir LED-urnar. Það ein virtual LED sem við erum með í appinu og svo líka LED-pera í kerfinu sjálfu. Og svona til þess að pröfa, þetta ekkert mikilvægt, en það mjög gott að geta athuga hvernig staðan á perunni eða hvort að kerfið sé í lagi. Það sem við gerum þá að íta á New Data Stream og við ætlum að gera virtual pin og bara virtual LED. Hafa þetta með stórum staf hérna, svona, og við ætlum að velja pinna VAF7 hér, svona, og þetta integer og þetta bara allt í góðu eins og þetta núna. Svo bara segi create. Næst gerum við venjulegu LED-una, munið að seifa, íta á vista hérna og fara svo bara aftur inn í. Og New Data Stream, nú ætlum við að nota digital pinna, við ætlum ekki að nota virtual pinna. Við ætlum bara að tengja okkur beint við pinnan í Arduino. Smelli á digital og ég ætla að skýra þetta LED og sem sagt þetta output, þannig að því að við erum að kveikja á LED-unni og það allt hérna, sko, þetta allt í góðu og ég segi create. Næst ætlum við að búa til gagnastreymið að datastream til þess að geta lesið vatnshæðarskynjarann, leið og vatnið tæmist, og þá viljum við geta sendt skilaboð á e-mail eða í símann okkar til þess að tilkynna okkur það að það vanti vatn. Og við förum í Data Stream eins og áður og við ætlum að nota virtual pinna. Núna, virtual pinna, og ég ætla bara að segja hérna vantar vatn. Og við erum að nota virtual pinna 5. Og þetta svona integer og 1, allt eins og það á að vera. Ég segi bara create. Ok, skoðum hvar þetta í kóðunum. Hér rauninni Blink Virtual Write pinni 5, Virtual pinni 5, og við erum að lesa þennan fasta hérna sem rauninni gildið á vatnshæðarskynjaranum. Munum að vista á milli, ítum á save, apply og edit. Nú þurfum við bara að gera eitt datastream í viðbót og það reset til þess að endurræsa tölvuna á sólarhringsfresti. Fer í New Data Stream og ég geri virtual pinna hérna og við ætlum að velja virtual pinna 8. Svona, að skýra þetta reset. Svona, og þetta allt eins og þetta á að vera. Og ef við skoðum aðeins bara hvað við erum að gera með þessum pinna hérna, þessari tengingu, ég fer inn í kóðan og hérna Blink Write skipun á virtual pinna 8. Ef að iðtölvan fær skipunina 0 eða 1, að þá eigi hann að endurræsa tölvuna. Þannig að serverinn sendir tölvuna 1 á tölvuna, þá endurræsir hún sig. Og við gerum þessa skipun í Blink appinu seinna og í svokölluðu automation. Aftur hérna yfir. Ef við þurfum að, til dæmis, ef við skoðum þetta aðeins hér, þá sjáum við að við getum, til og með sér vantar vatn datastream, og það sem við getum gert, við getum smellt hérna og fært þetta ef við viljum láta þetta passa við eitthvað annað. Þetta kannski passar vel við vökvunarkerfið. Þannig að það að gera það, þegar við erum að búa líka til ný datastream, þá þetta kóðbera. Og svo ef við þurfum að eyða þá smellum við hér. Ég ætla að vista núna. Svona. Þá þetta tilbúið. Næst þurfum við að fara inn í automations. En hérna erum við rauninni að opna fyrir tengingar hvernig við getum nýtt datastream inn í appinu. Og við förum hérna í edit og við ætlum bara að opna fyrir þetta allt saman. Það sé auðveldast. Svona. Og við ítum á vista og apply.
Nú getum við farið að vinna í appinu og setja það upp.